Komið þið sæl. Mér langar að segja ykkur aðeins frá doktorsverkefnum vísindagarða, en frá árinu 2021 þá hafa vísindagarðar styrkt 2 doktorsnema til náms í 3 ár. Þetta eru því samtals 6 doktorsnemar sem njóta styrksins hverju sinni og framleiðir samtals 36 milljónir króna á ári. Við val á verkefnum þá er horft til rannsókna sem eru í samhljómi við stefnu vísindagarða. Það er að segja verkefni sem hafa mikla möguleika til hagnýtingar, auk þess sem að verkefni á sviði líftækni, upplýsingatækni, orku og sjálfbærni njóta ákveðins forgangs. Umsóknir styrkina eru metnar af fagráði, bara eins og aðrar umsóknir rannsóknarstyrki háskólans, og þar eru höfð til hliðsjónar fagleg viðmið vísindanefndar háskólaráðs. Þetta er mikilvægur stuðningur við Háskóla Íslands og við vísindastarf á Íslandi og styrkir vísindagarða í sessi sem svona tengipunkt atvinnulífs, nýsköpunar og rannsókna. Ég langar að gefa ykkur svona aðeins meiri innsýn í þessi verkefni og ég er hér með á línunni Ingu Björk Margrétar Bjarnadóttur sem er að vinna sitt doktorsverkefni við menntavísindasvið Háskóla Íslands. Heyrðirðu ágætlega í mér, Inga? Já, ég heyri vel í þér, takk. Þú hefur verið ötull talsmaður réttinda fatlaðs fólks og látið taka til þín á því sviði, bæði svona í almennri umræðu og líka til skamms tíma á hinu pólitíska sviði. Og mér langaði kannski bara fyrst að spyrja þig, hvers vegna ákvaðstu að fara þessa leið, að fara út í doktorsnám? Ég var að vinna hjá samtökum sem heita Þroskahjálp sem svona einblín á réttindi fólks með þroskahömlun og hafði þetta eins og þú segir verið eiginlega bara síðan ég var 14-15 ára í svona hagsmunabaráttu eða aktivisma, hvernig sem við viljum skilgreina það og hafði verið að vinna með ýmsum samtökum eins og Öryrkjabandalagi Íslands og Tabú og fékk svo vinnu hjá Þroskahjálp til þess að bara vera í rauninni sérfræðingur í réttindum fatlaðs fólks þar og þar bara birtist mér svolítið svona, hvað getum við sagt, bara svona mjög brýn þörf til þess að fara í rannsóknir sem þessar vegna þess að það voru svolítið að hlaðast upp hjá okkur mál sem varða þennan stafræna heim og þetta bara mjög mikil breyting á stuttum tíma, þú veist, og við finnum það bara örugglega öll sjálf varðandi síman okkar, varðandi tölvurnar, þú veist að gervigreindina, þetta er bara mjög hröð breyting á skömmum tíma. Og það var bara svona, já, ég fann bara að það var mjög brýn þörf og ég hafði verið að kenna aðeins í háskólanum í bæði fötlunarfræði og þroskaþjálfafræði og var hvött þar innan hús til þess að sækja í doktorsnámi og bara ákvað að láta slag standa því að fannst einhvern veginn, já, ég bara sá að það var vöntun. Geturðu sagt okkur aðeins frá þínu verkefni? Já, verkefnið felur í rauninni bara í sér að skoða hvernig stafræn umbreyting hjá hinu opinbera. Þá erum við að tala heilsuveru, mína síður hjá sveitarfélögunum, við erum bara öll þessi svona samskipti við hið opinbera sem við eigum í gegnum netið og hvernig þessi umbreyting eða þessi innleiðing hefur áhrif á réttindi fatlaðs fólks og þá sérstaklega til réttara til fullrar þátttöku, fullrar samfélagsþátttöku og markmið er svolítið að greina þessar hindranir og líka tækifærin sem felst í þessari þróun út frá þá samningi Sameinuðu þjóðanna réttindi fatlaðs fólks sem Íslenska ríki er núna á lokametrunum að lögfesta. Hvaða hindranir eru þetta, bara svo dæmi sé tekið? Þetta eru þessi svona stafræna gjáin svona stundum kölluð mætir fötluðu fólki mjög misjafnlega. Það sem ég var kannski svona helst vör við í mínum störfum hjá Þroskahjálp og í þeim fræðum sem ég núna að lesa og í samskiptum við erlenda kollega eru til dæmis varðandi aðgengi fyrir blind og sjónskerta. Þar er auðvitað svona bara öll hönnunin og hvernig við notum skjálesara, hvernig við notum ýmis svona, hvað getur maður sagt, já, svona hjálpartæki svona hjálpartæki tengd tölvum og öðrum tækjum. Hvað varðar fólk með þroskahömlun þá snýst það mjög mikið þörfina fyrir aðstoð og hvernig það rýmast oft illa á netinu. Við erum til dæmis með rafrænt skilríki og flest Evrópulönd að innleiða slíkt eða komin svona svipað slóðir og við þar sem rafrænt skilríki orðin bara nauðsyn og krafa til þess að geta tekið þátt
og þessi hópur, fólk með þroskahömlun og reyndar ýmsar aðrar skerðingar eins og einhvert fólk með geðrænar áskoranir, fólk með mikla líkamlega fötlun getur átt erfitt með að stjórna skilríkjunum og kemst þar af leiðandi ekki inn. Og þetta hefur auðvitað grafa alvarlegar afleiðingar í för með sér því að ef þú kemst ekki inn á heilsuverið þá vitum við að auðvitað hvað áhrif það hefur. Þú hefur ekki aðgang að niðurstöðum úr rannsóknum, þú átt erfiðara með að endurnýja lyf, og auðvitað eru kannski þessar hindranir sem eru í raunheimum, þær festast svolítið í sessi þegar tæknin tekur við. Kerfin festa svolítið svona hindrannar í sessi því að þegar við erum með kannski þetta svona mannlega touch það sem þú fer í bankan þá kannski hjálpar bankastarfsmaðurinn þér að leysa úr því, en svo þegar við erum komin í samskipti við tölvurnar að þá er það bara svolítið þetta gamla góða computer says no þegar við mætum veggjum. Þetta er svona dæmi um hindranir. Hvar ert þú svona stödd í verkefninu og hvernig gengur? Það er náttúrulega vegna styrksins sem ég fekk frá Vísindagörðum þá hefur gengið bara nokkuð vel. Ég er búin að skrifa fyrstu greinina mína og hún er í birtingaferli og er sem sagt að fara í áfangamat núna bara á næstu vikum, þannig að sem þýðir þá í rauninni að ég er svona hálfnuð, mætti segja. Ok, frábært. Herru, takk fyrir að gefa þér tíma til að segja okkur aðeins frá og gangi þér vel. Takk kærlega fyrir. Þá þakka ég bara kærlega fyrir mig.